Þórður Snær Júlíusson, frambjóðandi Samfylkingarinnar, tekur ekki sæti á Alþingi hljóti hann kjör í komandi kosningum. Þetta ákvað hann eftir að gömul niðrandi skrif hans voru dregin fram í dagsljósið. Formaður flokksins segir ákvörðunina alfarið hans. Slysum í umferðinni vegna ökumanna sem sofna undir stýri hefur fjölgað mikið. Deildarstjóri hjá Samgöngustofu segir nauðsynlegt að snúa við grafalvarlegri þróun. Forseti Úkraínu telur að stríðinu þar ljúki fyrr með nýjum valdhöfum í Bandaríkjunum. Mikilvægt sé að stríðinu ljúki á næsta ári með samningum. Ari Eldjárn uppistandari hlaut verðlaun Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenskrar tungu. Þú verður þá að hætta að segja basically, var viðkvæði pabba hans sem hlotið hefur sömu verðlaun. Óslóartréð var fellt af borgarstjóra Reykjavíkur í Heiðmörk í dag, venju samkvæmt. Skógarvörðurinn gaf honum góða einkunn fyrir verkið. Gott kvöld. Þórður Snær Júlíusson, frambjóðandi Samfylkingarinnar í Reykjavíkurkjördæmi norður, ætlar ekki að taka sæti á Alþingi nái hann kjöri. Tæplega 2 áratuga gamla bloggfærslur hans hafa vakið hörð viðbrögð. Þórður Snær sem þaulreyndur fjölmiðlamaður skipar 3. sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavíkurkjördæmi norður á eftir formanni flokksins Kristrúnu Frostadóttur og Degi B. Eggertssyni fyrrum borgarstjóra. Þórður var gestur í spursmálum á þriðjudag, þar sem borin voru undir hann tæplega 2 áratuga gömul óviðurkvæmileg ummæli sem hann skrifaði undir dulnefni. Og tilvitnunin hefst, konur eru flugklárar, miklu klárar en einfeldningarnir við sem getur mest á 3 áhugamál. Það taka eftir öllu og kryfja það. En það eru líka lævísar, miskunnarlausar undirförlar tíkur sem svífast einskis til að ná því fram sem þær vilja og helst með því að láta sjálfa sig líta út sem fórnarlömb atburðarásarinnar á meðan. Ég auðvitað ber ábyrgð á öllu sem ég sett fram en ekkert af þessu á neitt skilið við mínar meiningar eða skoðanir á konum eða neinu öðru. Þórður gekkst við skrifunum og baðst í kjölfarið afsökunar, en fleiri greinar eftir hann litu dagsins ljós. Færslurnar lýsa mikilli kvenfyrirlitningu og fordómum og hafa vakið hörð viðbrögð víða. Ekki hægt að breyta framboðslistum eftir að þeir hafa verið samþykktir af yfirkjörstjórn. Þórður dró framboð sitt því ekki tilbaka heldur ákvaðan tæki ekki þingsæti yrði hann kjörinn. Þórður greindi frá ákvörðun sinni í dag. Hann sagðist axla ábyrgð á skrifunum og skammast sín fyrir þau. Þau hafi verið röng, meiðandi og skaðleg. Hann hefði boðið sig fram sem sá sem hann í dag, ekki sá sem hann var fyrir 2 áratugum. Honum væri þó ljóst að áframhaldandi ver hans á lista væri til trafala og mörgum þung. Því taki hann ekki þingsæti hljóti hann kjör heldur eftirláti sæti sig til næstu konu á listanum. Dagbjört Hákonadóttir skipar 4. sæti listans og tæki því sæti Þórðar. Kristrún Frostadóttir formaður flokksins segir að ákvörðun Þórðar sé tekin að hans frumkvæði og á hans forsendum og að hún beri virðingu fyrir henni. Eva Heiða Önnudóttir, þú ert prófessor í stjórnmálafræði. Hvað heldur þú að þessi ákvörðun Þórðar þýði fyrir Samfylkinguna? Ég held þetta þýðir fyrst og fremst það að nú mun fara minna eða ekkert púður í það að ræða þessi ummæli hans fyrir 20 ára síðan í kosningabaráttunni. Þannig að með því að stíga svona til hliðar að þá lendir hann ekki í því sem frambjóðandi eða Samfylkingin þurfa að svara fyrir þessu ummæli á næstu 2 vikum og þau geta fara að ræða málefnin og hvað það sem flokkurinn stendur fyrir sem náttúrulega það mikilvægasta fyrir alla stjórnmálaflokkarnir sem eru að bjóða fram, ekki endilega einstaka frambjóðendur. Það vakti athygli þegar Kristrún benti kjósanda á strik ef nafn Dags B. Eggertssonar á þessum sama lista og nú dettur Þórður Snær út. Hvað þýðingu hefur þetta fyrir listan? Þetta þýðir einfallega ef það eru þessi fyrstu 3 sætin sem að ná kjöri og að þá mun Dagbjört taka hans sæti sem hann í 4. sæti. Varandi útstrikanir, það kæmi mér sjálfsögur ekkert óvart þó svo að það verði útstrikanir bæði hjá Þórði og mögulega hjá Degi líka á þessum lista. En það þarf alveg töluverður fjöldi kjósenda listans að strika út. Ég man ekki hvort að talan 20% kjósenda í lista kjördæmins eða 25% en það allavega það hátt hlutfall
að það er mjög ólíklegt að það leiði til þess að sætaskipanin breytist. En nú er Þórður búinn að segja sjálfur að hann mun ekki taka sæti, ná hann kjöri, þannig að hann er algjörlega búinn að taka af eða á með það. Sko. Svona mál þau vekja mikla athygli og það er fjallað þau í fjölmiðlum. Hafa þau teljandi áhrif á fylgi flokkana? Við vitum í raun og veru ekkert það, hvort þetta hafi teljandi áhrif á fylgi flokka, svona einstaka mál, svona einstaka skandaliseringar eða hneykslismál eða hvað sem við köllum það. Mjög líklega hafa þau ekki mikil áhrif á úrslitin, þar að segja hvernig stóru línurnar eru, hvernig fylgi skiptist á milli flokkana. En auðvitað geta svona hneykslismál, sérstaklega þegar það er svona stutt, eða hneykslismál eða hvað sem við köllum það, þegar það er svona stutt í kosninga, haft þau áhrif að það getur útilokað flokkinn fyrir ákveðnum hópi kjósenda. Þannig að það getur orðið erfitt að sækja ákveðið fylgi. Þannig að það getur verið hamlandi með þeim hætti. Nú eru þeir sem voru á Klausturbar og létu þar ýmis ummæli falla meðal annars konur. Þeir eru í framboði fyrir Miðflokkinn. Skiptir máli hvað flokkur á í hlut og hvað hann skilgreinir sig í pólitík þegar kemur að svona álitamálum? Ég held að það er mjög líklega þannig að það sé mikið umburðarlyndi fyrir svona orðræðu hjá kjósendum ólíkra flokka. Og það, ég tek undir það sem hefur verið í umræðinu undanfarið að það er minna umburðarlyndi fyrir svona orðræðu hjá kjósendum vinstri flokkana heldur en kjósendum margra annarra flokka, en auðvitað er þetta ekkert algilt. En svona heilt yfir hvað áhrif þetta hefur, eða hvernig þetta slær svona almenning, að þá held ég að það skiptir í raun og engu máli hvaða flokkur það er. Hvort hann er vinstri, hægri, frjálslyndur, Miðflokkur, Framsókn, Samfylking. Þannig að málið sjálft getur alveg verið jafn slæmt, en svo geta kjósendur ólíkar flokka verið svona mistilbúnir til að fyrirgefa. Og þetta hafði afleiðingar á sínum tíma? Með Klausturmáli, já, ég man ekki betur heldur en að einn þingmaður hafi farið í leyfi allavegna og tveimur var sagt upp úr sínum flokki eða sparkað úr sínum flokki, en þeir eru náttúrulega allir komnir á lista núna hjá Miðflokknum. Takk fyrir komuna, Eva Heiða. Takk. Ríflega 20 slösuðust alvarlega vegna ökumanna sem sofnuðu undir stýri í fyrra. Fórnarlamba umferðarslysa verður minnst á morgun. 21 slasaðist alvarlega og 1 lést í fyrra vegna svefns undir stýri. Þetta er talsverð fjölgun frá fyrri árum, en síðastliðin 10 ár var meðaltal slysa og banaslysa af völdum svefns undir stýri rúmlega 5. Deildarstjóri öryggis og fræðsludeildar hjá Samgöngustofu segir langt síðan svo mörg tilfelli hafi komið upp. Síðast við sáum svona topp, það var árið 2007 og við munum nú hversu mikið svona þann var á samfélaginu þá. Og þetta gæti verið svona eitt einkenni þess. Alþjóðlegur minningadagur fórnarlömb umferðarslysa er á morgun. Að því tilefni ætlar Samgöngustofa að standa að vitundarvakningu þar sem sérstök áhersla er lögð á slys vegna svefns undir stýri. Gunnar segir að á næsta ári verður svo farið í samfélagsátak til að vekja athygli á stöðunni. Þetta sé grafalvarleg þróun sem þurfi að snúa við. Það er langt síðan við tölum þetta síðast og við náum yfirleitt árangri þegar við erum að vekja athygli á vandamálum umferðinni og það er bara komið tíma á þetta núna. Það eru ýmis góð ráð sem að ökumenn geta gripið til ef þeir finna fyrir þreytu við akstur, eins og að stoppa reglulega og ef það eru fleiri en einn í bílnum sem geta ekið að skiptast á, þá er mjög gott að fá sér eitthvað að drekka, passa að það verði ekki of heitt í bílnum. Og svo er alltaf gott að setja á einhverja hressandi tónlist. Svo náttúrulega ef allt þrýtur að þá þurfum við bara einfaldlega að stoppa og hvíla okkur. Ef bara augnlokin er orðin það þung og við stöndum okkur að því að ætla bara rétt að loka augunum, þá eiginlega bara þarf að hætta akstri leið, finna einhvern öruggan stað til að leggja út í kanti, þar sem við völdum ekki frekari hættu á umferðinni. Og svona leggja okkur í kannski 15-20 mínútur og við svona mælum ekki sérstaklega með því að stilla vekjaraklukku, heldur bara að sofna og fara svo á stað þegar við öllum aftur. Þetta power nap sem gerir alveg ótrúlega mikið. Forseti Úkraínu vill að stríðinu þar ljúki á næsta ári með samningum. Forseti Rússlands ítrekaði í gær að hann myndi ekki fara í samningaviðræður nema að Úkraínumenn gæfu eftir það land sem Rússar hafa hernumið. Stríðið í Úkraínu hefur nú staðið í hátt í 1000 daga. Rússum hefur undanfarið orðið hægt ágengt í austurhluta Úkraínu,
En Úkraínumenn halda enn landsvæði í Kursk-héraði í Rússlandi sem þeir hernámu í ágúst. Staðan hefur verið svipuð síðan þá þó að Rússar hafi fengið liðsinni frá norður-kóreskum hermönnum en Úkraínumenn segja að víða hafi hægst á sókn Rússa. Donald Trump verðandi Bandaríkjaforseti hefur sagt að hann geti lokið stríðinu á örskot stundu sem forseti en hann hefur gagnrýnt mikinn fjárstuðning Bandaríkjanna við Úkraínumenn í stríðinu. Forseti Úkraínu virðist hins vegar taka jákvætt í valdaskiptin í Hvíta húsinu. З політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їх підхід, це їх обіцянка їх суспільству. І для них це також дуже важливо. Olaf Scholz, kanslari Þýskalands, ræddi við Vladimir Putin forseta Rússlands í síma í gær og þar ítrekkaði Putin að ekki yrði farið í viðræður stríðslok nema Úkraínumenn samþykki að gefa eftir það svæði sem hernumið. Úkraínumenn hafa ekki verið tilbúnir til þess. Þeir hafa gagnrýnt þetta símtal, segja það tilraun til friðþægingar og dragi úr einangrun Pútins. En Zelenski þó farinn að huga að lokum stríðsins. А з нашого боку ми повинні зробити все, щоб у наступному році ця війна закінчилась. Дипломатичними шляхами закінчилась. І це, я вважаю, дуже важливо. G7-ríkin sögðu í yfirlýsingu í tilefni af því að 1000 dagar eru brátt frá því að stríðið hófst, að Rússar væru nú eina hindrunin fyrir réttlátum friði í Úkraínu. 10 nýfædd börn fórust í eldsvoða á sjúkrahúsi á Indlandi í gærkvöld. Sjúkrahúsið í borginni Jansi í norðurhluta landsins sunnan við höfuðborgina Nýju Delí. 16 slösuðust en 39 börnum var bjargað ómeiddur. Talið að eldurinn hafi kviknað vegna skammhlaups í bilaðri súrefnisvél. Eldsvoðar eru algengir á Indlandi vegna skorts á slökkvibúnaði og öryggisreglum ekki fylgt. Fjöldi fólks safnaði saman við sjúkrahúsið til að krefjast upplýsinga sína nánustu og hvað hafi gerst. लेकिन जहाँ पे अलार्म नहीं बजी, शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्या व्यवस्था है? जहाँ पे स्टाफ नहीं मिला, क्या व्यवस्था है? बताइए आप। अगर यहाँ पे प्रशासन अधिकारी, उच्च अधिकारी, डॉक्टर किसी के पास जवाब है वो यहाँ आए और हमें इसका स्पष्टीकरण दीजिए। सरकार ने उसकी जांच के त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। Lögreglufélag Austurlands mótmælir boðuðum niðurskurði til löggæslu. Það séu vond skilaboð til lögreglumanna sem berjist fyrir bættum kjörum og nægum mannafla. Lögreglumaður á Fáskrúðsfirði segir að ekkert megi út af bregða og að kalla þurfi lögreglumenn úr fríum ef setja þurfi mann í klefa. Lögreglumenn hafa verið samningslausir síðan í apríl og telja sig svikna eftir síðasta samning þegar aldurstengdar hækkanir fóru út. Í staðinn kom loforð hækkanir í stofnanasamningum vegna starfsþróunar. Lögregluembættin hafi hins vegar getað neitað mönnum slíkar hækkanir vegna fjárskorts. Við hittum Óskar Þór rannsóknarlögreglumann á Austurlandi og hann sér ólgu í stéttinni út af kjörum en líka manneklu og álagi. Mönnunin ekki betri en það að það þarf ekki nema bara að setja einn mann í klefa þá þurfum við að fara að vinna einhvern veginn úr því með aukavinnu eða kalla út mannskap, þannig að staðan ekki góð. Niðurskurður 1% í fjárlagafrumvarpi fari illa í lögreglumenn á sama tíma og þeir veikist, brenni út og rekist úr starfi vegna álags. Lögreglumenn miðað við mannfjölda hér séu færri en í nágrannalöndunum. Þetta bitnar líka á vinnunni. Flestir lögreglumenn eru bara með bunkan á borðinu hjá sér og þeir komast ekki í neitt sem heitir einhver frumkvæðisvinna eða eitthvað slíkt. Þannig að það verður hellingsútundan. Óskar segir lögreglumenn styðja lækna og kennara í sinni baráttu en bendir á að lögreglumenn megi ekki fara í verkfall líkt og þeir. Á meðan fái kjaradeila lögreglumanna litla athygli frá samninganefnd ríkisins. Hún virðist ekki hafa umboð til að leiðrétta kjörin. Lögreglumaður sem kemur út úr skóla, hann með meir en 100.000 krónur minni eða lægri grunnlaun heldur en kennari sem kemur út úr skóla. Og svoleiðis heldur þetta náttúrulega upp launatöflun alla. Stjórnvöld hafa bara ekki hlúa nógu vel á lögreglunni bara í mörg ár. Og það bara að koma harkalega niður á lögreglunni í dag. Formaður yfirkjörstjórnar Georgíu fékk fyrir ferðina þegar úrslit kosninganna voru staðfest í morgun.
Lýsti þar yfir óánægju með störf yfirkjörstjórnarinnar. Hann sýndi afstöðu sína svo í verki með því að skvetta svartri málningu á formann stjórnarinnar. Nokkur truflun varð við þetta á fundinum sem endaði með því að sigur stjórnarflokksins, Gregoríska draumsins, sem hliðhollur Rússum, var staðfestur. Fjöldi manns hefur mótmælt úrslitunum meðal annars á þeim forsendum að brögð hafi verið í tafli. Ný sýning á íslensku handritunum var opnuð í Edduhúsi íslenskunnar í dag. Þar má sjá rætur svo marg sem að finna í alþjóðlegum kvikmyndum, sögum nútímans, myndasögum og fleira. Og það allt úr bókum sem skrifaðir voru á Íslandi. Þetta sagði ritstjóri sýningarefnisins. Guðrún Árdal, forstöðumaður Árnastofnunar, rektor Kaupmannahafnarháskóla og menningamálaráðherra fylgdu sýningunni úr hlaði í dag. Flestir starfsmenn Árnastofnunar lögðu hönd á plóg við undirbúningssýningarinnar, Stúdíó MB í Skotlandi hannaði hana og Völundarsmiðir sett hana saman. Útlit handritana ólíkt og efnið líka og hægt að glöggva sig á því með upplýsingum á skjá og hljóðmyndum. Þetta eru sammannleg og eilíf í rauninni, kannski hugðarefni. Og svo er þetta náttúrulega líka spurningum eða vangaveltur eins og hvernig varð heimurinn til og hvernig endar hann, hvað verður okkur að lokum, sem við erum líka mjög upptekin af í dag, ekki satt, og þetta átti líka við forfeður okkur og formæður. Handritum verður skipt reglulega út á sýningunni og sum þeirra koma að lána að utan. Í vikunni komu handrit frá Konungsbóklöðu í Kaupmannahöfn sem fóru héðan fyrir meir en 300 árum, meðal annars Morkinskinna. Ég hafði aldrei séð þessa bók og það var algjörlega magna moment. Við Morkinskinnu stendur einmitt hún Lóa Lilja 9 ára sem er svo heppin að pabbi hennar vinnur í Árnastofnun svo hún hefur fengið tækifæri til að kynna sér handritin og á sér eitt uppáhalds. Kannski þessi það er svona lítið handrit þar sem ljósmæður voru alltaf með svona þegar þau voru að vinna starfinu sínu. Það er einmitt Margrétarsaga sem hér er í 3 krúttlegum útgáfum. Svanhildur telur að ungt fólk eigi eftir að tengja við sýninguna. Við vitum náttúrulega og þekkjum það að í nútímanum er stöðugt verið að vinna upp úr til dæmis goðafræðinni norrænu, ný listaverk og kvikmyndir og myndasögur og allt mögulegt. Þannig að krakkarnir þekkja auðvitað margt af því og það er gaman heldur fyrir þau að koma og sjá ræturnar. Þetta kemur hérðan. Víkingabíómyndi sem ég var að horfa á í gær, mennur? Já, akkurat. Hún var upphaflega, eða svona frægið að henni, það er hérna í eldgamalli bók sem skrifuð var á Íslandi. Íslensku verkefnið Kveikjum neistan í Vestmannaeyjum hlaut sérstaka viðurkenningu á degi íslenskrar tungu og grínistinn og uppistandarinn Ari. Því að hann fekk þetta nú á sínu tíma og ég ætlaði að hnýta eitthvað í hann og segja, jæja kallið minn, nú er ég komið með þetta líka og ég sagði, ég fæ verðlaun Jónasar og hann sagði, já, þá verður að hætta að segja basically. Það var alltaf sumt, takk pabbi. Þannig að ég er hættur því í hnotskurn. Borgarstjóri Reykjavíkur hélt í Heiðmörk í hádeginu og felldi óslóartréð sem mun prýða Austurvöll á aðventunni. Margir Reykvíkingar tengja upphaf aðventunar við tendrun Óslóartrésins á Austurvelli fyrsta sunnudag í aðventu ár hvert. Líkt og undanfarin ár kemur tréð úr Norðmannalundi í Heiðmörk en þangað hélt borgarstjóri Reykjavíkur í hádeginu í þeim tilgangi að fella það með dyggri aðstoð skógarvarðarins í Heiðmörk. Eldjárn hlaut verðlaun Jónasar Hallgrímssonar. Íslensk börn í útlöndum eru fæst svo heppin að læra íslensku á meðan þau eru búsett erlendis. Stundum fá þau þó smá kennslustund í móðumálinu. Þessi börn eiga heima í Belgíu og í tilefni dagsins var þeim boðið upp á íslensku kennslu í sendiherrabústaðnum í Brussel og þau tóku vel eftir í óformlegri kennslustundinni. Ástkæra ylhýra málsins eins og Jónas, afmælisbarn dagsins orðaði það, var minnst víðar í dag. Hátíðardagskrá á vegum menningarráðuneytisins var haldin í Eddu. Viðurkenningu fyrir stuðning við íslenska tungu hlutu aðstandendur og þáttakendur í þróunarverkefninu Kveikjum neistan í grunnskólanum í Vestmannaeyjum. Lilja Dögg Alfreðsdóttir menningamálaráðherra hafði nokkurt formála því að kynna þann sem hlaut verðlaun Jónasar Hallgrímssonar í ár og las úr kvikmyndagagnrýni sem verðlaunahafinn skrifaði í dagblað þegar hann var 15 ára. Og hann, Ari Eldjárn, sagði að færum sig og lottara heilkenni við að hljóta þennan heiður. En ég tilkynnti pappa þetta. Ok.
Og þá var að mæla það. Það stendur, sjá, þetta eru svona 13 metrar. Það er þó ákveðin kunst að fella tré af þessari stærðargráðu. Já, hann fær bara góða einkunn, sko. Hann hefur eitthvað svona aðeins fengist við þetta. Hann hefur fellt einhver tré áður, þannig að þetta gekk bara mjög vel. Var þetta erfitt? Nei, bara gaman. Og hvernig líst þér svo á þetta tré? Hvað tölduð þið marga árhringi? Sko, við töldum 40 og svo er þetta kannski pluss 5 eitthvað svo leiðis. 45 ára gamalt tré og það er bara hátt, 13 metrar, þétt og fallegt, þráðbeint, dásamlegt. Þannig að maður sóma sér vel á Austurvelli? Það held ég. Jólakötturinn er komin á stjá í miðbæ Reykjavíkur, þó ekki hinn eini sanni, heldur þessi 5 metra hái sem er allsettur ljósum sem ætlað er að lýsa upp dimmasta skammdegið. Kveikt var á honum í dag við mikinn fögnuð viðstaddra. Eigendur kattarins, Grýla og Leppalúði fylgdu honum til byggða. Og það var veðri, norðan 8 til 15 metrar á sekúndu en heldur hægari landið vestanvert. Éljagangur fyrir norðan og austan en yfirleitt þurrt og bjart sunnan heiða. Frost víða 1 til 8 stig en mildast við sjávarsíðuna. Óli Þór Árnason veðurfræðingur, hann fer nánar yfir horfur næstu dagaloknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Íslendingar eignuðust í dag heimsmeistara í kraftlyftingum þegar að Sóley Margrét Jónsdóttir fagnaði sigri í plus 84 kg flokki á heimsmeistaramótinu sem haldið var í Njarðvík. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta sótti Svartfellinga heim í þjóðadeild Evrópu nú áðan. Og fjölmargir fleiri leikir voru spilaðir í þjóðadeildinni. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og áður við kveðjum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Þórður Snær Júlíusson, frambjóðandi Samfylkingarinnar, tekur ekki sæti á Alþingi hljóti hann kjör í komandi kosningum. Þetta ákvaðan eftir að gömul niðrandi skrif hans voru dregin fram í dagsljósið. Formaður flokksins segir ákvörðunina alfarið hans. Slysum í umferðinni vegna ökumanna sem sofnaði undir stýri hefur fjölgað mikið. Deildarstjóri hjá Samgöngustofu segir nauðsynlegt að snúa við grafalvarlegri þróun. Forseti Úkraínu telur að stríðinu þar ljúki fyrr með nýjum valdhöfum í Bandaríkjunum. Mikilvægt sé að stríðinu ljúki á næsta ári með samningum. Ari Eldjárn uppistandari hlaut verðlaun Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenskrar tungu. Þú verður þá að hætta að segja basically var viðkvæði pappans sem hlotið hefur sömu verðlaun. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og RÚV á íslensku, ensku og pólsku.